Anna, svona eiga bara fyrirlegar væntanlega að bara stígu upp eins og þú gerir í þessu lokið. Þú setur 2 gríðarlega sterkar þristar sem að Dóldís snúa sig við, ekki? Jú, bara mér fannst allar stígu, allar setja skotið sín, vorum að spila hörkuvörn og bara þetta var geggjað. Þetta hefur vantað svona að stígu upp og við gerum það í dag. Já. Hvað breytist í lokið? Þeir eru hvað, 9 stigum yfir og Grindavík bara sá ekki körfuna síðustu? Ég held bara að við vorum aldrei að tapa þessu. Það var bara hugsunarfæri okkar, sko. Við vorum ekki bara að koma inn að tapa og með 2 nýja geggjaða þjálfara okkur langaði bara að koma og vinna í dag. Þannig ef þú svona hugsað tilbaka, hvað er það sem að, þið voru nánast búin að tapa þessu leik, en hvað er það sem að færir ykkur sigurinn? Er það bara þessi vilji og... Já, ég held það. Bara við dreifum hver aðra áfram, klárum, settum skotið niður, stoppum í vörn og bara við ætlum okkur að vinna og það, já, við náðum að gera það. Þetta er búið að vera erfitt tímabil hjá okkur til þessa, svona gengið langt undir þeim væntingum sem að þið sjálfar og bara aðstæðandi gerir. Þannig að út af hverju var þetta ekki að ganga hjá? Þannig að hættir fyrir ekki og hvað var málið eiginlega? Ég held við þurfum bara að fókusa það sem við erum að gera núna og við erum komna með 2 geggjaða þjálfara og núna er fókusin bara á framhaldi, við erum hægt að hugsa það sem var og við ætlum bara að halda áfram að gera vel eins og við gerum í dag. Núna erum við bara að fara að byrja að vinna og vinna í leiknum okkar og gera það sem við getum gert betur. Og er ekki bara dálítið gaman að fá þessa gömlu rifi aftur í þetta? Jú, það er bara geggjað sko, 2 geggjaðir þjálfarar og bara ógeðslega gaman. Þannig að bara uppleið hjá Keflavík núna? Já, bara upp og gaman. Frábært, takk.